Körfuboltasnillingarnir í Harlem Globetrotters mæta í Kaplakrika sunnudaginn 5. maí. Ótrúlegar brellur, tróðstur og fjör sem mun gera daginn eftirminnilegan fyrir alla. Latibær hitar upp fyrir sýninguna svo það verður eitthvað við allra hæfi. Gerðu þér glaðan dag með fjölskyldunni á Harlem Globetrotters. Miðasala hafin á miði.is. Við erum komin Hlyn Bæringsson á línuna, talandi alla leið frá Svíþjóð. Komdu sæll og blessaður. Já, komdu sæll. Hvað syngur? Bara alltaf besta, bara lífið bara ljúft og skemmtilegt. Úrslitakeppni í gangi hjá þér eins og á Íslandi? Jú, við vorum að klára fyrstu umferðin í gær. 3-1 á móti 0-8 Stockholm. Gamla liðan Helga Magg, þannig að það er bara gott að vera búið með það. Það voru undar lítið vonbrigði að klúðra þriðaleiknum heima, en það eyðilegði alveg helgina, sko. Maður var búin að plana sundferðir og hana með fjölskyldinu, ég fór bara, ég klikka á því, og kláruðum þetta í gær. Já, og kannski kom flestum óvart að þeir skildu hafa tapað heima því að einhverju gengi greiðilega vel að vera í heimavöllin, veitur ekki satt? Jú, við höfum tapað tvisar, höfðum tapað tvisar þá, og ég það held ég að flestum koma óvart, og ég veit ekki, held að hafa verið einhvern menn talast að ekkert vannmat, en kannski eitthvað staðar í undirmeðundinu voru að býja eftir að þeir myndu bara brotna, sko, og gefast upp, og væri byrjaðar að brosa fram í sumarfríði, sko. En það gerðist bara ekki, sko, og þeir fengu sjálfstraust og það var þetta mjög erfitt, og það sjálfstraust í raun og veru, þeir heldur því alveg í gæri líka, og þá voru þeir miklu betra lið. Er þetta alltaf jafn erfitt viðureignar að vera klárlega betra liðið bæði á papirum og oftar en ekki á velli og í 100 leikjum þá vinniði 95 sennilega að halda dampi? Jú, sko, bæði og svona fyrirfram þá vill ég alltaf vera favorite, skilji, ég vill ekkert, ég nenni ekki að taka þátt í eitthvað svona underdogslag, því að það er bara svona gegnum söguna, það er yfirleitt underdogs sem tapa, það er ástæða fyrir að þeir eru underdogs. Jú. Og svona ef ég líti gegnum minn feril, það hef ég nú bara yfirleitt unnið ef ég er með betra lið og tapaði með lélegra lið, þannig að ég horfi tilbaka. En hins vegar þess að fyrstu seríur oft, það eru oft svona öðruvísi pressaðir, sko, því ef þú vinnur, þá gerir bara það sem þú átt að gera, en ef þú tapar, þá færðu gagnrýni, sko. Það er það sem er erfitt við þetta, en ég myndi samt ekki vilja, mér líður samt mun betur að vera það lið sem á að vinna. Akkurat og það formið á úrslitakeppnin hjá ykkur í Svíþjóð, það er nú aðeins lengra en heima. Það er meðal annars fyrsta umferðin sem þarf að vinna 3 og það er nú nokkuð sem hefur rætt allavega á Twitternum og Facebook, menn vilja sjá 3 sigurleiki fyrstu umferðin á Íslandi, kanntu ekki bara ágætlega við það form hann úti? Jú, ég er eiginlega orðin sammála því. Það var nú, það voru rökin alltaf að það væri sem sagt, gæti verið og langbregna kannski fyrsta sæti móti 8. En ég held bara núna að kostirnir, við tökum bara svo Stjarnan Keflavík sem er nú mikið fjör, hvað ég að segja. Þá er það alveg þess virði að sú sería fari í 5 þó að á einhverju ári myndi til dæmis eins og Grindavík Skallagrímur fór að 3-0 eða hvaða lið sem er í fyrsta og 8. sæti. Það ég sé þess virði þó að það helst fyrir rökin fyrir á móti að hafa þetta 3 sigurleiki. En já, ég held að sé komið tíma á það. Já, mönnum er einmitt að svíða að kveðja kannski liðin í sætum 4 og 5 eins og Keflavík eða Stjarnan að kveðja eftir 3 leiki í úrslitakeppninni. En er það ekki engu að síðu þannig að formið sem á endanum ræður, það þarf eitt yfir alla ganga? Það verður aldrei hægt að plástra auka leiki á einhvern eitt leiki í 8 úrslitum til dæmis? Nei, en það held ég að ég er ekki bara að hugsa þetta út frá leikmönnunum eða liðunum, skilur. Ég kem ekki til að vorkina Stjörnina Keflavík detta út eftir 2 leiki, sko. Það skilur stuttaseri, ég bara meina því að núna kannski er eins og þessi sería núna og oft hefur verið, það er bara fjöri í kringum þetta og athygllinn og allt það. Ég held að þegar að vera með svona rosalega hápunkt eins og úrslitakeppnin þá akkur þá ekki að mjólka það bara eins og það getum, sko. Akkurat. Þannig að það er núna helst, sko, sem að ég sé við það. En ég held að rökin sé bara meiri með því heldur en á móti. En þetta er 3-3-4 hjá ykkur eða 3-3-3 alla leið? Nei, það er 3-3-4, sko. 3-3-4, já. Og undan úrslit, það er komið farsel hjá ykkur þangað og áttu von á því að þið fáið Pavel í næstu umferð? Já, mér finnst það svona líklegt, sko. Þannig að ekki pottið, en ég útfæði að þeir hafa heimaleikinn upp á hlaupa og ég held að Borar hafa ekkert unnið í Norrköping nokkuð lengi.
en það maður veit ekki, Norðsvíkingar bara svona með meiri breidd og þannig sem ég held að þau taki þetta sko, það ég veit nú ekkert það sko. Nú fóru þeir í Evrópuverkefni og sástu einhver merki á því að það hefði tekið tollaliðin í deild? Nei, ég er svolítið erfitt með að dæma það. Það er kannski að einhverju leikir á tímabilinu alveg pottið, Norðsvíkingur ekki með lið sem að ég man ekki hvað töpum mörgum leikjum í veturinn, ekki með mannskap sem að tapa mörgum leikjum sko. Nei. Þeir eru með mjög góð mannskap, það eru pottið eitthvað sko stættið þeim, en mér fannst hún að vera meira hérna árið 2011 og þá voru bæði í þessari keppni sem voru í og svo voru líka í Baltic-deildinu og þar voru bara heyri 22 leikir held ég. Já. Í Baltic-deildinu svo pluss, ég held að vera 36 í sænsku og svo Evrókemnu, það var nú ansið mikið þar sko. Já, þá var sænska þannig að hún var 8 með 4 umferðið eða ekki, 8 lið. Nei, hvað var það? Það voru 10 með 4, það var hérna, það held að vera 10 lið það ár. Já, þeir eru komin í 12 núna fyrir ekki það. Komin í 12 núna og fækka niður 3 umferð, þá var 4 umferð með 10. Erfið innleiðing hjá nýliðum Nasjó og Eagles vinna bara 7 leiki, en það var úrvalsdeildarlið þarna sem var rótgrónari en þeir, Eko sem vann bara 5. Já, Nasjó er, hérna, ég dáður sem svolítið að þeim og hérna, þeir eru lið með mjög lítið budget sko, spila í, hérna, á svolítið eins og komið hver að gera aftur. Já. Og spila svona bara hörku stemning og lítið kofi og bara, þetta er mjög lítið bær og þeir gerðu bara vel með að sér höfðu sko, en svona aðri klubbar, til dæmis Eagles, það var algjör flott við þeim sko, þeir voru búin að yfirlýsingur ég veit ekki hvað ætlar að komnir í sko Eurolík eftir einhver ár og svona vitleysu sko, en þeir hafa ekki heyrst það að fara hljóðlega á stað. Nei, þeir hérna séu að það var svona svolítið skemmtilegt svona sem voru menna þeir hættu sko, ég veit ekki hvað voru margir spilu, voru 25 manns ekki spilu fyrir auðvitað, hættu endalaust og þá sá ég, þá var þetta einhverja launadeilur og einhverju bónusar og þá sá ég viðtal við hérna formannin eitthvað og hann sagði þetta væri bara óskup einfalt að þeir væri í vinnu og hérna færi enga bónusgreistur og vinnur ekki vinnuna hennar vel, hann sagði þetta óbæð sem dæmi að degi allir sjúklingar hjá einhverju lækni þá fyrir hann ekki fram á bónusgreislur og hún fannst þetta líka þessu sama, mér ætti að svona freka kjánaðlega komið, en það var mikið hasar kring Stockholm Eagles í vetur. Þannig hann viðurkenndi það að það væri bara allt í lagi að ganga á bak orða sína og sér í lagi þegar það væri skjálfest. Já, þetta var með svona, þetta er eða svona mesta vitleysið sem ég er svona mætt svona, þetta sirkusinn í kringu það í vetur, það er bara viðurkenna það. En þeir alltaf tóku til hérna þess í lokin og alltaf vist að vera svona, gera þetta betur næst aður. Hlynur, mér finnst einhvern veginn ekki geta hringt í það án þess að ræða við þig stöðuna á þér. Ég veit að brjóta margir heilan þetta og hérna svona fólk er að velta fyrir sér. Já, þú ert búinn að gera hans myndarlegan samning til lengri tíma í Sundsvall og hefur það ekkert komið til kastana að menn sé að bera víurnar í þig úr stærri deildum? Nei, í raunin ekki, sko. Sjálfsög ég meina samningu var ég bara raun og orðið fastur, sko. Þannig að það er eiginlega engin möguleiki fyrir mig að fara. Það þyrfti þá, eins og segja, það þyrfti þá að kaupa mig út úr samningum og ég held að það bara tíkast ekki mikið í körfuboltanum, sko. Nei, það hefur ekki verið raunin. Nei, ég meina þetta, maður getur ekki haft bæði í þessu, maður getur ekki bæði haft öryggi og síðan þessa spennu og þessa drauma á sumrin. Ég valdi öryggið, en þetta langar manni stundum að kannski þegar maður sem að gekk sæmilega eða gengur sæmilega með landsliðið eitthvað að prófa hvað geti gerst, sko. Já. Þannig að, já, það er ekki bæði halda og sleppt í þessu. Nei, ekki högt og mókt eins og þau sögðu. Nei. Þannig að það liggur fyrir að þetta sé þá Norrköping eða Boras og það er náttúrulega allir hérna heima vonast til þess að landsliðsmenninni fái að kljást þarna í undanúrslitunum, en áður en við hleypum aftur út í daginn þá verðum við nú aðeins að drepa niður fæti hérna í úrslitakeppninni heima. Facebook og Twitter þetta logar í dag undan leik sem framfór í Keflavík í gær og KR hreinsaði Þórsara út í sumarið. Hvernig líst þér á þetta? Já, ég er bara fylgjast vel með þessu, sko, og þetta er mjög skemmtilegt, sko. Ég er ekki sundag sem ég var að sjá hérna eitthvað vídeo frá þessu gæri, þetta var á mörgum að vera bara eitthvað vitleysa, sko. Það var eins og að vera í leyniskipta í húsinu, nokkuð tilfellum, og bara mjög eftir að bara fyndi, sko.
Þetta mjög, þetta var svolítið fyndið. Greinlega spennist ég bara alveg óbúslega hátt. Það alveg menn svona á mörkunum að ráða við sig, sko. Og ég skil menn alveg. Eru svona málefni, eru þau að dúkka upp höfðunni stundum í sænsku? Hvað séru? Eru hvað? Eru svona mála að dúkka upp höfðunni? Finnur þú fyrir, hvað segir maður, eins og þú talar vannstiltu spennist í úrslitakeppninni á ykkur? Nei, alls ekki núna. Við erum nú með með svona rútinærlið og mér að vinstu. Það er nú, henni ekki út í svona, ekki fara út í svona vitleysum ennþá. En sérstaklega þegar maður var yngri þá gaf maður alveg missi í spennunni og baráttunni. En ég svona ekki að dæma einn af þessu, sko. Og lítið svona svolítið kjánal út svona sem það horfður á þetta. Ég skil menn líka vel. Það spennist í jafnveg svona opbúslega hátt. Það eru læti á pöllunum, það er búið kynnt upp í öllum og svona. Þá eru menn ekkert oft á þínu bestu hegðun. Nei. Bara þannig. Þú fórst nú í gegnum þær ófáar úrslitakeppnina hérna heima, þannig að þú þekkir nokkuð til. Já, ég hef svolítið verið í svona hasar í Keflavík og víðar og það var nú eitt ári sem maður sá bara rautt, sko. Já. Og maður er ekki búin að missa, sko. Og það minnst ekki þannig með mig, ég veit ekki, það fyrir eftir með svolítið hvað leikmaður er, hvernig maður nota þetta. Ég til dæmis ekki leikmaður, ég myndi spila best ef ég er vel upp tjúnaður og svona alveg á mörkunum, en ég til dæmis, það er ekki gott fyrir mig og til dæmis ef ég fer yfirstyriki þá er ég hættur að gera gagn fyrir mér. Það er svolítið menn verið að þekkja þetta sjálfur. Hvað ertu bestur? Ef þú ert típa sem spila rosalega vel í ykkur svona rosalega hasar, þá er þetta ekki skemmtilega. En það eru margir sem að hjálpa ekki liðinu sínu þegar komið svona háttur. Akkurat. Og menn þurfa að hugsa það, hvað þóla þeir, skilur, viltu búa eitthvað svona til ef það skaða liðið. Menn verið að meta það sjálfur hvernig þeirra persónuleiki handlar þetta. Já, svo erum við með í kvöld þína menn í Snæfell á móti ungu Njarðvíkurliðinu og svo Grindavík í Borgarnesi. Þú hefur nú taugar bæði í fjósið og fjárhúsið, ekki satt? Jú, ég vonast þetta sigri hjá þeim báðum. Ég held að Snæfell vinni í kvöld. Ég held að svona unglið sem Njarðvík, ég meina það getur vel verið þeir sýni bara í randfyrir mig. Ég held að það verið rosalega erfitt fyrir þá ég held að það hefði verið betra fyrir að tapa með 20 í fyrsta leiknum í Hólminum. Já. Það er að tapa svona 60 yfir 1,5 mínútu eftir að 2 mínútur eftir hvað sem það var og missa þetta niður. Mér finnst velta að reyni mikið á þjálfarana og þá, þeir eigum ekki marga en þeir eru einhver þarna Frikki og kannski Kaninn annað þeirra sem eru reyndari að þá reyna að koma aftur í sitt svona besta, hvað sem er andlega ástand. Það getur verið mjög erfitt. Ég tala fyrir sjálf á mig þá að mjög auðvitað að koma tilbaka heldur en eftir að tapa mun erfiðar að koma tilbaka eftir að tapa með 1 heldur en með 20 og líka að því lítið baka þá það kannski það hefur þá komið fyrir mín lið og að liðið það bara ekki náða að jafna sig. Já. Ef það er svona rosalega sekkjandi stutt í næsta leik og að liðið það bara ekki náða að jafna sig. En ég meina þessuna held ég að Snæfell taki í kvöld. Ég var bara að spá 2-1 en ég held að geti bara farið 2-0. Þannig að sópurinn fyrir á loft í ljónagrifinu að þínum mati verður svipað upp á teningnum í fjósinu. Er of mikill munur á Grindavík og Skallagrími með það? Já, sko ef ég ætti nú að til að peninga á það, þá myndi ég nú því með að setja á Grindavík. En Borgarnes hefur bara alltaf verið þannig reyndar, sko. Ég þekki nú ekki alveg nákvæmlega söguna en það virðist nátt vera að þeir ná í ótrúlega sigra á heimavelli. Já. Sama hvernig liðið matchar upp á móti hinu liðinu. Þá eitthvað með fjastnættir í gegnum þetta með miklum stuðningi og baráttu á heimavelli og síðan það getur heim að fara sko Skallagrími vinnu með sko 1 í kvöld og tapir svo með 40 sendarinn. Það geta alveg gert, sko. Já. Það er bara þannig. Þeir geta alveg vinnu alla á heimavelli. Það væri líka bara svolítið eftir þessari deild okkar að það hefur nú ekki verið hæg heimatökin í því að teipa á þessa leiki. Nei, það hefur verið mjög erfitt, sko. En nefnum fyrir mig, ég ætla að monta maður því. Ég held ég ná þessu öllu rétt. Ég var með 2-0 Þór KR og 2-1 Stjarnan Keflavík og 2-0 Grindavík og 2-1 Snæfell. Þannig að það er ekkert mál að spá í þessu, Jónbjörn. Þetta er allt saman. Það má alltaf kasta einhverju fram, stundu þarf maður að geta ofan í sig og stundu með. Ég ger það nú yfirleitt. Ég er ræðilegur spámaður. Ég nota það ekki að vera á monta mig núna.
En það nú kannski svona jákvætt að við séum með svona deild sem já, við erum að sjá topplið jafnvel vinna og bottlið jafnvel vinna og stríða toppliðunum. Já, þetta búið að vera mjög mikið fjör núna. Eins og til dæmis í gæra, þess að þú var að liða í öðru, þetta bara dett út fyrst en þar. En mér reynda með það, þá ætti það ekki að koma rosalega óvart, sjálfsög Darri mjög mikilvæg fyrir Þórsarana og Káringa sjálfsög með rosalega mannskap. Þeirra, það ekkert leyndamála ef að þeir hefðu nú bara fengið svona sæmilega kana, á tölfræðina að líta, þá virðast þeir vera með ákala lélegt rekord í könum í vetur. Þá væri þeir sjálfsög bara topplið held ég, þið setja kanana í Keflavík í Káir, þá væri þetta, eða mörgum öðru liðum, þá væri þeir. Þannig að þeir voru óöfn með innkaupin í ár. Já, það kemur fyrir. Einhver góðum að það er aldrei að vita. Þú pantar eitthvað og það breytist svo bara yfir Atlantshafinu. Það er þekkt staðreynd. Já, erum ekki búin að læra á það. Þetta er svona gamli brandarinn eða mikið flugvölinni. Þetta er bara svona, körfuboltamenn þeir halda alltaf ekki til blekt svona þjálfara og stjórnamenn endalaust. Þannig að við setja alltaf +5 cm og svona eitthvað alls konar grúsitúlur í ferilskrána. Það er allavega, það er hamagangur í þessu og ef maður svona fer að líta aðeins í kringu þig líka, þá náttúrulega rétt sunna við þig Hörður Axel að spila og þeim hefur svona gengið þolanlega sem nýliðar og þetta var nú einhver smá leikir sem Haukur og Jón voru að spila helgina og Helena líka, þannig að það er nóg fyrir stafni á íslensku körfuknattleiksfólki. Já, ég mitt bara maður svolítið vanið í að Jóni gangi vel og hann svolítið bara er alltaf og ég meina rosa gaman að sjá hvernig Hörður hefur verið að spila, að sjá eða skoða á netinu. Það er rosa gaman og þetta er frábært í honum og Haukur var að spila vel í gær, var hann ekki með 8 stig? Jú, já, í sigurleika móti liði sem er í 5. sæti. Já, bara mjög flott og vonandi heldur það áfram. Hann er útrúlega góður liðsmaður og ég er bara samtast honum með það. Hann er frábær leikmaður. Helena í meistaradeildinni, þetta er ansi athyglisvert að komast alla leið í bronsleikin. Já, það er heldur magnað maður. Það er heldur magnað. Og það er svolítið sérstætt með það, ekki þær vinna bara þessi deildin heima, ekki aðalega bara í Evrópukeppni. Það er verið í algjörun sérflokki heima þau sko. Jú, og þær hafa ekki tapað leik þar og svo er komin einhvers konar blendingur við lið í toppliðin í nærleikjandi 2 löndum held ég. Já, það er svona svipað sér kvöldanum held ég líka. Já. Okay. Þannig að það er nóg að vera hjá íslensku körfuboltafólki og ykkar sería undanúrslitin byrja núna 2. apríl, 1. 2. apríl, ef við ekki bara vona að verði Pavel og félagar. Jó. Það er gaman að fá hann í heimsókn. Já, hvernig staðan á honum núna? Á Pavel? Já. Hann lítur bara að vera sprækur. Ég held að hann er örugglega bara komin til Borås núna eða fer að lenda. Hann er bara góður á því held ég. Já. Eitthvað minkað samskiptin eftir að hann gerist andstæðingur. Þið voru náttúrulega þarna 3 bara í hálfgerði kommunu þegar hann var hjá Sundsvall. Svona, Sæns kommunu, elda saman og svona. Já. Það var mjög hugulegt. Jú, eðlilega minkaði eitthvað sjálfsögðu þegar hann flytur, en það er alltaf á til bara eins og öllum öðrum, bara gegnum Facebook og svona. Maður fyrirgefur honum alveg. Já. Maður veit að hann er góð drengur með beini þó hann er að fara frá okkur. Það er bara þannig. Eitt að lokum, áður við sleppum þér. Hverju verður Íslandsmeistarar? Hverju verða? Já. Ég skal segja að það verður Snæfell kallinn minn. Ég hef óbúslega góða tilfinningu fyrir þessu. Já? Já, óbúslega góða tilfinningu. Ég hef betri tilfinningu fyrir þessu. Núna heldur til dæmis þeir eru deildameistarar 2011. Ég hef bara, ég get ekkert útskýrt almennilega, ég hef bara þetta er eitthvað svona gött feeling. Eða sé bara jafnvel liði sem að fer áfram á fimmtudaginn. Stjarnan Keflavík. Já. Snæfell eða Stjarnan Keflavík. Þetta er flott. Þetta er svolítið léleg spá, ég er búin að nefna svona flest liðin sem verður. En ég segi Snæfell, það er kannski óskikja líka, en það þeir eru alveg fína möguleika. Flott. Hlynur, við þakkum þér gæðlega fyrir spjallið og bara góða stundir í undanúrslitunum. Herru, takk hérlega fyrir bara og góð skemmti sem leiðis.